Til hamingju með afmælið. Æ, takk. Afmælisvikan Já. hafin eða var hafin fyrir svolítið síðan. Já, á mánudaginn, ekki? Myndum maður ekki segja það? Þú átt afmæli á laugardaginn. Já, hjálp. Nokkra dagar í þetta. Ég hef, hvað, 5 dagar, föstudagur. Ég er bara 2 daga. En herru, þú ætlar að poppa einni Prosecco. Hlustu. Oh my god. Wow. Ok. Þetta var alvöru pop. Ég er vanur rauðvínspoppari. Poppari hljómar ekki vel. Jú. Það er svo sett söngari. Poppari. Já. Já, kannski. Það er þetta miskiljaða og er þetta, já. All right, we got some bubbles here. Við erum auðvitað með búblur á afmælisdögum. Já. En til þess að kynkja niður erum við með Fanta Lemon. Fanta Lemon. Sem chaser. Já, ándjóks. Mér nefnilega finnst alltaf gott því ég er að fá með freyðvín, sérstaklega að vera með eitthvað annað líka. Já, ég elska. Þannig að ég er ánað að vera með Fanta. Og við erum uppáhalds Fanta þitt í dag. Já. Er þetta ekki svona uppáhalds? Þetta er bara besta sem ég veit, sko. Já, ok. Fanta Lemon eða Fanta Citrón. Og sumar fyrir að enda, þannig að við erum að nýta þessar síðustu stundir með þessum drykk. Besta drykknum okkar. No sugar. No sugar. Er sugar í freyðinni? Já, 100%. Já, örgulega. Ég þurfti bara annan Fanta Lemon sopa, sko. Ég er spennt að fá mér eitt Fanta Lemon sopa. Já, kallið minn. Kallinn minn, sko. Hvað segir gott? Við erum alltaf komið til Spánar þegar ég tek drykka þessu. Já, bara beinstu leið til Spánar, sko. Já. Eða Ítalíu. Já. Maður drekka alltaf mikið svona limón, svona, ef Ítalíu. Limoncello. Já, limoncello. Hvað segir gott? Bara mjög gott, sko. Hvernig var verslunarmannahelgin? Bara mjög skemmtileg. Ekki? Jú. Þú fórst til Eyja? Ég fór til Eyja. Ekki á þjóðatíð samt? Það var náttúrulega engin þjóðatíð. Það var náttúrulega engin þjóðatíð. En við bara gerðum að besta úr því og vorum bara íbúinir sem vorum búin að leigja og bara eldum góða mat og... Það er ekki bara gaman. Jú, við vorum bara að chilla í íbúðinni og jamma, skiljum. Já. Hvernig var veðrið í Eyjum? Bara svona já. Svona íslenskt. Já, bara svona eins og búið að vera í bænum, skiljum. Hvað það er? Það var engin sól, sko. Rugl. Já, rugl og vitleysa. Já, þetta er alveg hrikalegt, búið hrikalegt sumar, sko. Já, og svo sá almenningur, svo sá þjóðin að þið gerðu drykkjuspil. Já, halló, sko. Það var bara, umtalast af drykkjuspil landsins bara. Já, fyndið. Ég var Hefur fólk heldur sér drykkjuspil? Einmitt. Chilliði. Við hefum oft gert svona. Já. Þú veist, þetta er ekki fyrst sem þessi vinkonu bara gerir þetta. Það gerir svona spil, sko. Nei. Þetta er svona 4. spil okkar eða eitthvað. En þetta spil bara went viral í íslensku fjölmiðlum og bara fengum bara heit, sko, og bara fullt af tækifærum, sko. Ég segi ekki meir. Ok, elska. Geggjað. Já, þetta er geggjað. Herru, skálum í freyðinni. Skál, hérna. Það er helt klink. Helvis plastflösku. Er þetta plast? Er það ekki? What? I did not know. Þetta er alveg. Elska. Nam. Elskum gott freyðivín. Alltaf. Ásamt Fanta Lemon. Þannig að það var bara gaman hjá okkur. Já. Þið skemmti ykkur vel. Já. Var ekki gaman hjá þér og Fami hérna á Akureyri? City. Jú, við fórum til Akureyrar, ætlum að ná sólinni og þar. Fyrstu 2 dagana var bara svona með veður og sólin var Reykjavík. Já, meinar. Það var sko bara 20 stig í Reykjavík eitthvað. Maður var bara, ertu að grínast? Það bara sá ég ekkert frá því. Nei, alveg, það var bara enginn í bænum. Það fór allir bara. Já, það fór allir að því að bærin náttúrulega bara búin að let us down allt þetta sumar. En það vist bara geggja við þá. En svo náðu við alveg 2 mjög góðum sólardögum. Já, ég sá því, það var gott að vera sundaginn eða ekki á laugardaginn. Jú. Það var mjög fínt, sko. Og var alveg bongo og gaman, sko. Svo lengi sem verður ekki rigning, þá erum við bara fæn, sko. Já, klárlega. Þá er maður bara hamingjusamur. Já. Ég eignaðist minn stæðsta óvin í þessari ferð. Nú? Já. Hver er það? Hann heitir Lús og Andromí. Já, oh my god. Ég er ekki svona, ef ég fyrir skirtinu eftir eitthvað, það er eins og sem er hlaupabóli. Oh my god, elsku. Ég held ég sé með yfir, ég er minnst að kostum 80 bit. Fuck. Hefur ekkert fengið á þér, bit? Ekki frá Lúsmi? Nei, ekki svona, sko. Því maður í bústaðanum í fyrra sem við fórum í. Já. Á Grímsnesinu. Já. Það var fullt af Lúsmi þar. Já, ég fæ kannski 1 eða 2, þú veist, kannski max, ekki þannig að ég mun eftir, sko. Ég og Gunnar vorum bara étin, lifandi. Þetta stökkbreytast það.
Kannski er þetta að því að þeir eru með bóluefni núna og þeir vilja eitthvað meira. Kannski. Þeir eru bæðið með Pfizer, fuck, ég má ekki fara neitt. Nei, stay home. Nei, alveg, sko, þetta er hrikalegt. Og einum tímpúndi vorum í sumarbústaðnum og svo ógeðs að því að náttúrulega, þú veist, við erum í Íslandi og það er engin með svona air conditioning að því að við hefum aldrei þurft þess. Þannig að það var orðið ógeðslega heitt inn í bústaðnum, bara sjúklega. Og við vorum búin að fara í pottin og það var lúsmý bara morandi yfir pottinum. Þannig að við fórum inn úr pottinum og við vorum að kapna úr hita og þetta var bara svona, við sátum hana, ég, Gunni, Aron, Hildur og við vorum bara, ok, eigum við bara að láta líða yfir okkur, við gátum alltaf að tala saman, þetta var svona þannig heitt, mann er bara svona leið, bara svona illa. Og vorum bara svona farin að leggjast á gólfið og bara vorum að reyna að kæla okkur niður einhvern veginn og því við þorðum ekki að opna, náttúrulega út. Og það var alveg svo heitt úti, þetta var aðfarnótt laugardags eða eitthvað. Og svo vorum við bara, ok, eigum við að opna, taka bara okkur bitinn eða eigum við deyjur hita og við þurftum bara að opna. Og þá hef ég verið, en ég var samt sko fullklædd í peys og allt bara til að reyna að verða ekki bitin. Þá var ég bitin í framan. Já, betra að vera peysni á bólnum. Já. Þú líkur bitin í andliti. Nei, ég var bitin, ég er með 3 biti í framan. Elsku. Þannig að það er svona aðeins drór skemmtilega heitum ferðarinnar. Var eitthvað vatnan að nált bústanum með það? Bara ógeðslega mikið gróður. Já. Og jú, náttúrulega bara vatnið annars liggur við Akureyri, þú veist. Og það hinum með við vatnið. Veist, er það sjóra af vatnana? Það veit ég ekki. Það er sjór. I don't know, ég held að það er sjór samt. Já, þetta líka. Anyways, það var eitthvað blöytt annað. Já, einhver pollur. Já, það var einhver pollur annað. En annars var þetta bara sjúklega skemmtilegt og Akureyri er ógeðslega skemmtilegur staður, já. Elskum Akureyri, sko. En bara fór í Sund í fyrsta skipti. Ég missa því. Já, það var ógeðslega dúll og við fórum ekki samt í Akureyri sundlaugina. Þetta er eitthvað aðra litla, þú veist, hún samt ekki lítil en hún var bara aðeins minni, aðeins lengra frá og satt bara með henni í skugganum allan tíman og ógeðslega mikið dúlla, hún var svona alveg að sofna bara. Besta kósi. En það var gaman. Já, geggjað. Þannig að það var a lot of first times þarna. Elskum það. Alltaf gaman. Fyrir bestu embli okkar. Já. En að þér, 25, how do you feel? Bara góð, sko. Ekki? Talandum að vera 25. Já. Þá þurfum við að byrja að nota augkrem og eitthvað. Það er rétt. Og við mælum með Laugar Spa, Organic Skincare augkreminu. Við mælum með öllu frá Laugar Spa. En það var einmitt goodie bags frá Laugar Spa helgina. Já. Þegar við fórum til Vestmannaeyja og þá fekk ég augkremið og ég var bara thank you Birgitta, þetta er much needed sko. For my wrinkles because I'm getting old and samt young. Já, ég er young. Við erum young sko. Young. Ok, ég er ekki með að pröfa þetta, hvernig er þetta? Bara æðiskott. Ok. Æðiskott. Og ég bara, hjálp. Ég ætla að vera að segja æðislegt, svo ætla ég að segja æði gott á saman tíma. Ég reyna að hætta að segja æði gott af því ég segja það alltaf. Það er svo brainfart. Æði gott. Það er ekki svona mikið alkohol í þessu freyfinn. Nei, ég búin að taka líka 2 svo. Strax var hann bara bubbly. Nei, en það er æði gott. Já. Og ég mæli mjög mikið með því. Hlægt alveg að prófa. Já. Það er náttúrulega ekki seinna vætna en að byrja að nota gríns. Þau eru náttúrulega alltaf hlæjandi sko og marga brosrukkur sem að gæti komið. Það er með frosið andlit. Þannig að við þurfum að næra þetta svæði þess að þunn húð og it needs proper nutrition. Þannig að þú myndir segja ef ykkur verður að gefa þér afmælisgjöf frá Laugar Spa, hvað myndir þú vilja? Augkremuna, ég myndi biðja það. Þú myndi biðja það? Já, 25 ára er bara svona hey honey, notar ekki augkrem eða get yourself together. Ég þarf að fá mér þetta bara eftir. Já. Það er svolítið svoleiðis. Beinustilegð í Laugar Spa. Beinustilegð. En svo er það líka mikilvægt að þrífa burstana sína. Já. Það má ekki gleymast. Já, það nefnilega að því að ef þú ert með óhreina bursta, stíplast húðin og hún verður bara fyrir meiri öldrun, sko. Já. Pælið því. Við viljum það ekki. Þetta spilar allt saman, sko. Fólk gleymir því. Þetta er bara, þú veist, það þarf allt að vera í toppstandi. Þú getur ekki verið með topp bara skincare og ekki vera að þurfa að bursta og skítu að bursta, þetta bara mikið engan sens. Það er nasty, sko. Nasty. Ég þarf ángriðs að taka bara session í kvöld, bara setjast niður og bara, að mér finnst alltaf þegar ég er búin að fara í ferðalag. Já, þá vill maður bara svona taka detox. Já, á öllu. Bara þú veist, eiginlega öll fötin mín fara í þvott, þó ég hef ekki notað, en það voru í töskunni. Og þá einmitt bara húðin, bara ég kom heim, settu mig maska, svo var ég bara svona málið með morgun, ég svona, já, eftir því að bursta. Ég ætla líka að gera það í kvöld. Gerum það svona í sammenningu. Ok, við getum FaceTime og spjalla.
En við erum að sjálfsögðu að tala um Mist og Co. Að sjálfsög. Að sjálfsögðu. Þú sást að fólk er búin að vera að senda okkur eitthvað, ég var að kaupa. Já, skemmtilegt. ég elska það. Það er ekkert skemmtilega en að sjá ykkur taka okkar ráðleggingum. Já, og senda pröfa. okkur, já, það er svo gaman að heyra. Og ég var líka, já, með stelpunum helgin og þær var einmitt að tala um hvað þær elska þetta. Eða það? Já. Geðvikt. Já, bara já, Já. good job. Svo erum mæla með öllum þeim sem er ekki að þrjá bestunum, bara Girl. Hey, taka sér Mr. Co, svo þægilegt, þarna strax. Ég hef aldrei veit þælari hreinsefni. Nei, makeup brush remover. Já. Makeup breast cleanser. Ég vildi að vera til svona bara fyrir mannslíkamann. Maður getur bara sprayja ykkur á þessu væri bara Já, bara þurr Já, og hreinn og þurr. Já. Það var æði. Já. Búin. Hangri, styrti ekki bara styrti, það væri bara svona spray og bara Ég veist, pínu nasty en nice. Algjörlega. Þannig já, við mælum með því. Við mælum með því, ok, þú ert að vera 25 ára. Já. Þessi 157 dagar hafa liðið. Já. Það voru sérst 100... Nei, samt að, hvað núna? 100... Nei. Það eru eitthvað. Já, næstu 2 dagar. Já. Hjálpa mér. 155. Já. Vá, við erum hægar. Ángrís, en samt, já, ég var að skoða, hlusta þáttirinn, þannig afmælisþáttinn. Og ég var bara eitthvað, þetta er þáttur númer 40 eitthvað. Já, 49. Pældi því. Núna bara 80 eitthvað þættir. Það er galið. bara 40 eitthvað þættir á milli okkar. Það er galið. Vá, hvað þessi tími líður. Ángríns. Nei, mér finnst þetta bara frá því við tókum þennan þátt og núna þetta er bara búið að spretta. Já, spretta. Bara í sjokki Ég hrædd við hvað sem er að líða hrætt. Það er bara búið. Ég veit það. Hjálp. Það er glatað svona. Ok, anyways, tölum um eitthvað jákvæmt og skemmtilegt. Já. Það eru 157 dagar á milli mínusinu. Já. Ég ámælið 3. mars og hún ámælið 7. ágúst. Mhm. Sem bara laugardaginn. Like Saturday, babe. Þannig að, veist, þegar við vorum að tala um þetta þá vorum við alveg bara svona, vá, þetta er samt svo langt í þetta. Mér leiði svo að vera fucking langt í það, sko. Ég hefði svo mikið tíma alltaf að gera það sem ég hefði ekki gert. Já. Á þessum lista sem við lært þér mig á. Things to do before you turn 25. Já, fara hans yfir að lista. Ég ert með nákvæmlega saman lista. Ég er með nákvæmlega saman lista. Ég var með stíin okkar ekki staðar, eða ekki? Jú, eitthvað varst þú með þau. Þú vannst samt síðast. Já, með einu stíi. Já, þú varst með hærri stig. Þetta er einhver glataður listi. Já, ég fann annan sem við ætlum að taka líka, sko. Ok, ég er spennt fyrir því. Já, hann er skemmtilegri. En hann ætla bara svona snögglega að keyra gegnum þennan. Já. Það var eitt vera creative eða tap into your creativity. Þú veist þig fyrir það? Já. Og ég líka hana, það var eitt þar. Það var ekki það mikið sem við erum ekki búin að gera hana. Eina sem ég man eftir og ég gerði ekki var að lesa sjálfshjálpbók. Já, sjálfshjálpbók. Ég held í alveg að það sé það eina sem að þú áttir eftir að gera. Nefnum kannski get rid of Facebook friends. Ég er samt alveg búin að vera duglega að gera það, sko. Ok. Það er svona reglulega þeng hjá mér. Leiðum að sér eitthvað tilkynningar af eitthvað bönnum hjá fólki sem maður þekkir ekki. Einmitt. Þú veist, bara gaman hjá þeim samt, en af hverju er ég að sjá þetta? En við erum að tala um lista sem við fórum yfir í mínum ammælistætti. Hann er númer 49, vil ég tjekka á honum líka. Já. Mjög skemmtilegur. En ertu byrjað að syngja í styrstu? Ég var einmitt að pæla ég saðan, ég var bara svona, ég geri það ekki. Nei, hvað ertu að gera í styrstu? Ég er bara að do my routine, sko. Já, ertu að hlusta á eitthvað, ertu með eitthvað í gangi, eða ertu bara í vatninu? Þetta er bara my alone time, sko. Já. Í vatninu bara. Ég er með svo mikla rútínu, svona, ég er bara svona, I'm there to make business, sko. Ég er bara, það er hárið, það er skinn og það er, þú veist, raka og skrúbba og ég er aldrei eitthvað að dunda mér í styrstu. En það eru svona styrtuna sem þú tekur allt, en svo ferði svona fljóta styrtur líka. Já, ætti ég verið bara lalalala og svo bara beintu þú, skilur. Ég ger það, sko. Hvað er þetta að hlusta á tónlist, er þetta bara að syngja? Bæði bara. Stundum erum við bara með podcast líka. Já. Það er mjög ég heyrir ekkert. Nei, ég veit að það er eina vandamáli, sko. Já. Maður heyrir ekki. Og þegar ég var með eldri síma minn. Það var svona styrtu hátalara. Já, það er til. Já, það er til. Ég var eins og með hann í styrtu og það var eins og í gamla íbúðinu okkar þegar ég var yngri. Þá var styrta með útvarpi í. Ég var alveg 100% sungið í henni, sko. Já. 100%. Já. Defo. Já, en ekki án þess að skammast mín, skilur. En þú veist, hvað er mér oft verið að syngja og vera bara I'm good. I'm great, give me the Grammys. Ángríns, er það Grammys? Já, það er Grammys. Það fyrir ekki Óskarinn fyrir söng, sko. Nei, gæti, að ég er að leika það, ég er ekki góð, skilur. Trú.
En já, þannig að þessi listi bara svona, þú veist, þetta var, ég var að fara eitthvað yfir hann, eða? Nei, ég held ekki, hann var alveg frekar boring, sko. Hann var mjög boring, sko. Ég tökum frekar nýjan lista. Ok. Og þú ætlar að tella stein. Ok. Erum að fara yfir mig og þig? Já. Hvað heitir þessi listi? Er þetta eitthvað svona, hvað þú verður að vera búin að gera? 25 things to do before you turn 25. Ok. I am ready. Ef það er eitthvað sem að ég hef ekki gert, þá hef ég 2 daga. Vá, heppin. Ég hef enga daga. Nei. Ok. Ok. Ég er ready. Ertu ready? Já. Fara á Music Festival. Báðu gert það? Já. Hvað var gaman hjá okkur Secret Solstice 2019? Það er ekkert eðlilega gaman. VIP bara eitthvað. Þjóðatíð og allt það. Það er Music Festival. Já, allan daginn. Það er svona, ég hef ekki farið neitt erlendis. Þú veist, það hefur farið á, hvað heitir hana í Englandi, sem allir fara á. Oh my god, hvað heitir það? Þetta er ekki Coachella. Ekki... Nei, oh my god, hvað mér langar Coachella. Og mér líka óminn aumasti. Við gerum það fyrir 30. Ok. Ég vil skrifa niður. Okay. Things to do before we're 30. Coachella. En, já, ég það heitir eitthvað af 2012 eitthvað. Wonder, nei. Oh my god, ég veit hvort það tala Music Fest, það veit allir hvað tala sko. Akkur erum við svona? Ég gleym þessu alltaf. Þetta er mjög... Hvað heitir þetta? Wireless. Ég veist að vera eitthvað 2012. Ég hef ekki farið, nei. Ekki heldur. Þetta er alveg svona þeng. Ég skrifði líka á listan okkar. Því ég elskum London. Við elskum. Já, ok. Það er eitthvað sem ég vil langar að gera. Því ég bara farið á svona á Íslandi, þú veist, fyrir utan tónleika úti. Það er kannski ekki alveg sama. Nei. Það er bara hvað. En þú fóðum samt stig? Já, fóðum stig. Okay. Allan daginn. Númer 2. Kaupa kvöldmat fyrir foreldra. Ég hef gert það, margótt. Ég hef gert það líka. Bara ef þú ekki gert það, go buy your parents a dinners, sko. Já, aðeins að trýta þið. Já. Komið þér inn heim, sko. Já, nákvæmlega. Basically á mamma þín líka ammæli á laugardaginn. Eða þú veist, hún á hana... Nei, ok, ekki alveg. En þú veist... Hún á fæðingarammæli. Já, og þú veist, hún á alveg gett mikið í þessum degi. Á þessum degi fyrir 25 árum varst þú bara að drepa hana. Einmitt. Pældi því. Og líka tróða mér út í pjöluna á henni. Já, reyndar á þetta kannski ekki við. Þú skulle hafa sagt þetta. Ég bara, já. En hérna reyndar finnst mér dagurinn sem hún átti Rebekku, hann er kannski aðeins svona merkilegri. Nei, hættu, Rebekka er ekkert merkilega nýjas. Jú, það er stórsystin mín. Já, nei, út af því að það er fyrsta barnið. Já, og þar er dagurinn hann, hvenær er Rebekka gamli? 28. des. Já, 28. desember, þá verður mamma þín fyrst móðir. Þannig að það er svona mömmu ammæli. Já, true. Það er svona hennar Mother's Day. Já, já, þannig að já, ég veist ekki, kannski er ég bara hinta alltaf 11. apríl ég líka að fá pakka eða eitthvað. Já, vonandi færið push present frá Gunna þá. Það væri draumur. Það væri gaman. En ok, höldum áfram. Númer 3. Ferðast til annara heimsálfa. Já, við höfum báð að gera það. Já, hvað er að fara til margra heimsálfa? Mein aumast, okkur myndir spyrja mér svona á kamera því ég er ekkert viss hvað er heimsálfa. Þú eru til 3 bara, eins og ég. Asíu, Evrópu og hérna Bandaríkina. Já. Við höfum hvora að fara til Ástralíu eða Suðurskautslands. Ég skil ekki okkur myndir setja okkur. Það er 7, sko. Er það málið það? Já. Nú er ég... Ok, við höfum farið til Evrópu, við höfum farið til Ameríku, við höfum farið til Asíu, svo er Afrika og svo er Ástralía og svo er Suðurskautlandi og þú veist Norðurpóllinn eða eitthvað. Já, Afrika, Asía, Evrópa, Ástralía, Norður-Ameríka, Suður-Ameríka og Suðurskautlandi. Já, ok. Það er ekki Norðurpóllinn? Er Norðurpóllinn til? Ég veit það ekki. Ég gleymdi Suður-Ameríku. Whoops. Upsi-daisy. Já, bara Norðurpóllinn. Já, hvort að fara Það er ekki til. Nei, ég held að segja ekki til, sko. Suðurskautslandið er til. En já, stundum við jafnvel tala um 5 heimsálfur þar sem ekki þjóðríki er að finna á Suðurskautslandinu. Þannig stundum er Suðurskautslandið ekki eins og tekið með. Já, ok. En Ástralía er heimsálfa, ekki? Já. Okay. Þannig við höfum bara farið til Asíu, Evrópu og Norður-Ameríku. Já, Norður-Ameríku. Já. En vá hvað er lélegt það okkur? Já. Ég var til að fara til Afríku og... Ég líka. Ástralíu, allavega. Mér langar ekki að Suðurskautlandi og Suður-Ameríku. Já. Brasilíu og þar. Já. Geðveikt.
Já, við erum ekki búin að ferðast ná, en við allavega Ég skrifa listan fyrir 30 ferðast til fleiri heimsálfa. Hvað stóð á þessum lista hana sem hann stóð vera búin að ferðast til annar? Já, to another. Það alveg margir sem hafa ekki farið, fólk hefur ekkert farið fyrir utan Ameríku, skilur. Já, ég veit það. Ógeðslega margir. Já. Þannig að það sendur henni bara traveling og bara pröfa aðrar menningar, loftslag, fólk. Það er svo mikilvægt. Mjög mikilvægt. Bara, ég svo þakklátt að hafa farið til Asíu þannig að ég fór 2017 með Jói. Já. Það er bara geðveikt. En ég á alveg mikið eftir Asíu, sko. Ég er bara farið til bara Dubai og Indonésiu, sko. Já. Ég bara til Bangkok, sko. Já. Og hvað er það? Það er í Tælandi. Já. Byrstu að segja hvað landið hún var í þegar hún var í Bangkok. Ég glemdi því bara í smá stund. En eru ekki komin þrír hlutir á þessu lista? Jú, þetta var númer 3. Ok, þannig að við erum komin 3. Ok, númer 4. Okay. Pröfa eitthvað svona sport sem að veitum manni adrenalín. Eins og skydiving, river rafting, bungee jumping, eitthvað svona sem að hræði þig. Ok, við hefum báðað að pröfa river rafting. Já. Við hefum ekkert pröfað neitt hættilega en það. Nei, þú veist. En ég fór á hestbakk í fyrst skiptum daginn, það er alveg mjög hættilegt, sko. Þú fórst á hestbakk? Já, í fyrst skipti. Hvenær? Þegar hún tæk úr þættina, ég var látið fara á hestbakk. Oh my god. I faced my fears. Oh my god, til hamingju. Takk. Úff, hvernig var? Ég stóð með eins og hetja, það var mjög hræðilegt, sko. Ok, já, skal trúa því. Já, en ég get alveg gert aftur núna. Ég er alveg ándjós bara svona, ég er ekki eins hrædd. Nei, ok. Ég get klappa hestinum. Ok, þannig að þú veist, þetta er ekki eins hræðilegt og þú hélst. Já, ég er bara búin að mikla þessu fyrir mér lengi. Þetta er nefnilega, já. En hestar eru alveg fallega skepnur, sko. Mjög. Gorgeous. Ok, númer 5. Ok. Spent the whole week partying. Já. Check. Báðar mjög sekar af því. Já, do an all-weekender. Can be more difficult as you get older. You have more responsibilities. It's a great experience to try. Honey. True. Honey, I've tried. Já. It's great. Bara þjóðatís. I do it every weekend. Þjóðatís er alltaf bara, já, every weekend. Já, útskriftaferðin okkar og Guð blessi okkur. Bara, já, bara er önnur helgi, nei, sís. Grín. Ok. Ok, ég ætla ekki að sleppa sig. Númer 7 hérna, kjósa. Já. Við hefum gert það. Það er nú skrítið að vera 25 og aldrei kosið, sko. Það var nýta kostningaréttin. Já, nýta kostningaréttin, sko. Þó það sé bara skilnuð. Já, algjörlega. Bara mæta. Bara responsibilities, sko. Já, það er gamall. Já. Það er að gera þetta. Algjörlega. Lita hárið bara allt annað lit en það á að vera. Báðar? Jáp. Nei, sko, ég pröfað svo marg liti, sko. Ó, ég líka. Hefur pröfað mann bara þú veist rauðan eða eitthvað? Nei, en það hefur svona óvart farið út í rautt. Já. Skilur þú veist, eitthvað svona verið að lita og já. Maður var svona rauðhærður í 2 daga eitthvað. Já, ég var svona alveg rauðhærður, sko. Bara, já. Samt svona ofan í brúnuleitum minn, fattur við. En það tekið mynd með flassi, það var bara rautt, sko. Já, nokkla. Það hefur alltaf lita hárið með pakkalit. Aldrei gera krakkar. Aldrei. Nei, never. Númer 10. Let go of a friendship. Check. Já. Maður er oft gert það, síkt af vinn sína. Halló. Maður er alveg sleppt einhverjum sem að er ekki þess virði, skilur við. 100%. Svo sannarlega. Það stendur hérna, not all friendships are meant to last forever. Það er true. It's facts. Yep. Það er sko 8-8. Vá, bara alveg jafnar. Ok, númer 11, like yourself. Já, we love ourselves. Hvað annað? Það er bara mikilvægast í heimi. Það er andið svona mesta peace sem þú áttu sjálf þig er bara þegar þú tekur sjálf þig sátt. Já. Bara allt sem að ef þú hatar eitthvað sjálf þig, bara svona elska það. Já. Í alvörinni, lífið er svo miklu betra. Það er það. Ég held að sé svona alveg ferli, ég held að sé alveg erfitt að komast þangað og maður á sína upp og niður daga. Maður krassar alveg. Já. 100%. Það er engin sem að elska sig 100% alla daga. Nei. En bara leið og þú veist, kant hugsunna að bara leið að færa þessu hugsunna að vera bara ok, þetta er svolítið, þú veist, akkur að gera þetta, why? Já, þú veist líka, akkur er maður alltaf vondastur við sjálf sig, skilur við? Ég skil það ekki. Og maður, þú veist, maður verður að hugsa, myndi ég... Vondastur? Já. Hvað sem maður vestur? Maður verður að hugsa, myndi ég tala svona vinkonu mín eins og ég talaði sjálf um mig, skilur við? Nei, maður sér bara eitthvað toxic, skilur við? Já, nákvæmlega, ég er að segja, þú veist, þú myndir ekki vilja neitt myndi tala vinkona eina svona, eins og þú stundum leifir að tala við sjálfa, þú veist, það er bara að tala from experience, skilur við? Já.
að það svo galið. Einmitt, og það líka bara svo vont að, þú veist, maður það bara svona fatta hvað maður að segja sjálf og sér, skilur, bara svona ekki vera að bera sama neitt og bara, horfðu á því og þetta bara flott. Jú. Bara, við hefum kannski leiði betur en við gerum bara best úr þessu, skilur, og við erum bara flott og við erum að tala við okkur sjálf, skilur, ég og þú í speglinum. Þetta er bara flott og já, bara let's do it. Já. Nákvæmlega. Like yourself. Ángríns. Ok, númer 12. Practice being charitable. Svona, gera mér góðgeramál. Já, ég mætti alveg vera duglegri, skil, en um leið og ég sé alltaf eitthvað eins og með einstök börn. Þar eru við búin að vera duglega báðar, sko. En bara finna sér eitthvað góðgerafélag og styrkja það allan daginn. Klárlega. Já. Ég alltaf með mánaðarlega greiðslur, þannig að ég held að fá bara báða stig. Ég held það, sko. En það er klárlega hægt að gera mikið meira. Það er hægt að gera meira. Það er alltaf hægt að gera betur þarna. Já, þetta er svona svið sem er einmitt alltaf hægt. Það sem maður á ekki eitthvað, þess að maður á bara að gera sem maður getur gert, skilur. Það er bara allt hjálpar. Klárlega. Þú að sé ekki nema bara að fara með föt sem maður hættur að nota í þú veist rauðgarsbúðu eða konukoti eða eitthvað, skilur. Hjálpa ykkur bara gamli fólki eða eitthvað, skilur. Það þarf ekki að vera form peningar, sko. Nei. Allan daginn. Númer 13. Let the grudge go. Bara svona ekki hold a grudge. Já. Hvað svona íslenska orðið er þetta? Bara svona, að vera svona, segjum eitthvað gerist og þú svona, þú fyrirgefur ekki einhverju. Þetta er ekki vera bitur. Nei. Þetta er svona Dabbi T áttir lag sem hétt þetta. Að það? Gremja. Er það íslenska orðið? Já. Új, ljótt orð. Gremja. Já. Þetta er alveg mikilvægt. Af því að þú veist, þú kannski, þó eitthvað gerir þér eitthvað og ert kannski með gremju yfir því, skilur þú veist, þarfst ekki að fyrirgefa mannskinu, eða þú kannski fyrirgefa mannskinu en þarfst ekki að gleyma því, skilur en ekki vera, því það er bara vont fyrir þig að vera eitthvað að hold a grudge. Ég er svo samlega, þetta er bara svona, þarna segir maður bara svona, ok, þú veist, já, ég læti það fara, ég fyrirgefi það, svo mér líði betur af því að þú veist, það er oft sagt að halda gremju út í eitthvað, þannig bara eins og drekka sitt eigi eitur, skilur, þú veist, þú ert bara eitur fyrir sjálfur. Já, þú ert bara að nota einhverja orku sem að í þetta sem að þú getur verið að nota í eitthvað jákvætt, skilur. Já, nákvæmlega, en á sama tíma er mjög mikilvægt að gleyma samt ekki. Nei, 100% af því að jú, það er visslega hægt að fyrirgefa og þannig, en sumi ámar ekki að gleyma. Nei, þú veist, fólk bara hefur ekki saman traustið. Einmitt. En maður samt þarf ekki að vera eitthvað með eitthvað gremju. Já, maður er ekki reyður yfir því á daglega. Já, bara gera alltaf eitthvað mál og er eitthvað að pirra sig á því alla daga og eitthvað. Bara svona, ok, bara let the grudge go. Það gerir bara meiri skaða fyrir sjálfaði heldur en hina mannskina, sko. Bara 1000%. Herri, númer 14. Veitu, þá segja að við fengum stig fyrir þetta. Já. Þá komin 11. Já. Næsta er go on a blind date. Gunni á smá blind date, eða ekki? Já, kannski smá. Þið voru hittast fyrst skiptið, eða ekki? Þið við hittast fyrst skiptið, samt fór ég með hann í bíó með vin okkar. Já, ok, það var ekki blind date. Nei. Ég hef aldrei svarað blind date. Kjeldur. Blind date er alveg svona creepy. Já, þú hittir hann lítur svona út á þessu deiti og þessu veitingasta, er það ekki? Jú. En að pabbi minn og stjúpmamma mín kynst hann. Nei. Það var alveg blind date. Í alvöru? Já, það er svo cute. Ég var svona, hvernig þorðið því? Ég er mjög þakklátt að gera það. Já, ég líka. Ó, minn auðmarsti. Já. Vá. Mjög fyndið. Nei, ég held ég hafa aldrei. Nei, ekki heldur. Við fáum ekki stig. Nei, það er á seint að Já, það er á seint núna. Nú finnst það eina exercise. Já. Your body is not 18 anymore. All bodies age. Úff. En þetta er svona svo skrítin listi exercise eins og maður hefði aldrei gert það. Ángríns. Mér finnst meira svona að bara búa til heilbrigðan lífstíl. Mér finnst það vera meira svona eitthvað sem maður á að gera. Learn to cook. Birta, þú var ekki. Jók, jú, þú var mjög dugleg. Þú færst þig. Já. Ég skal ekki taka stig. Þú mátt fór stig. Mér er mjög stolt að þér. Síðan þú fluttir inn og ég er hann betri. Já. Klálega. Ég hef alveg borðað matið inn, sko. Takk. Á þess að spýta hann út, nei, tök. Ég gef þér samt stig. Höfum smá spenni í þessu. Ok. Það stendur hérna learn to be innan gæðislega. Er það að vera svona líf í núinu, kannski? Já. Ætli það ekki? Ég er mjög þar, sko. Erum við þar? Nei, ok, kannski ekki því að við erum minna í tepóðinni. Við erum alltaf jólin. Við erum alltaf spenntar fyrir ykkur, en við erum samt alveg í núinu.
100%. Það er ekki að sama að vera spennti fyrir ykkur, við erum ekki lifa í fortíðinni, við erum minnstu þann típunar. Já. Ég heldur fáum alveg stig annars, sko. Já. Ok, hérna fáum ekki stig. Save for your retirement. Nei. Bara spara fyrir eftirleini, hjálpa mér, sko. Ekki nema bara þetta sem manual maður þarf að gera. Ég veit ekki sem hvað það sko. Maður þarf að borga eitthvað ekki mikið. 2% eitthvað. Já, eitthvað hannig. Já, það er eitthvað að ringi mig, sko. En ég svara ekki. Ert þú ekki með þannig? Nei. Ert það ekki með svona séreignarsparnað? Nei. Sunneva. Það er alltaf eitthvað fólk að ringi mig, ég heldur bara, ég myndi gera það geður sniðugt. Já, sniðugt, sko. Ef þú mátt nota það í fyrst íbúð. Já. Þannig að þú veist... Ég veit kannski er ég með það, en þú veist, ég náttúrulega verktæki, skilju. Þannig að öðru ég veit ekki hvernig það er. Ég þarf eitthvað að kynna mér þetta. Ef þið eru að vinna hjá banka, ringi ég mig. Ég ætla ekki að gefa okkur númerið mitt. Ok. Camp under the stars. Hvað annars það að campa? Já, mitt. Við höfum bara að gera það. Já, átó. Gera það senast bara fyrir nokkrum helgum, sko. Já. Það var æðið gaman. Ok, learn to balance your finances. Hún er bara að koma að jafna þig á fjármáliðin. Þú veist. Og við tölum þetta senast. Já. Við erum alveg góðar þar, eða ekki? Jú. Ég held það. Þú veist, já, jafna þig, hvað er það tala um? Já. Við erum ekki að búið til okkar fjárhagsáætlun, skilur til að lifa eftir. Nei. Mér finnst það ekki vera að lifa núna. Sorry, en það er mjög responsible. Ég bara dáist á fólki sem gerir fjárhagsáætlunir. Já. En mér finnst það að vera svona meira kvíðavaldandi heldur en vera bara, bara borgarreikninga og... Já, ég veit ekki. Chillar en já. Já, ok, hérna er eitthvað. Wake up somewhere unfamiliar. Þú færst þig. Ok, já. Færðu þú ekki stiga? Nei, ég held ekki. Ekki? Ég veit ekki, ég náttúrulega fæ alltaf svona drauma. Já, þú fær alltaf svona korrið. Já, og ég sett alltaf bara heima. Já. Það hljóma ekki illa fyrir mig en þetta Nei, þetta er bara mjög fyndin saga sem þið fá aldrei að vita. Já, en ég ætla bara að taka fram að bæði ég og Gunni. Já. Svo þetta hljóma ekki. Já, en það er bara fyndið. Já, þetta voru þau saman. Já. En hérna, ok. Eat exotic food. Já. Ok, bara svona einhver matur sem er unpronounceable. Svona erfitt að bera fram. Er það ekki mikið sushi? Jú. Við hefum alveg bæði borðað Já, ég fór til Bali í mánuð, sko, þannig að ég veit ekkert hvað ég var að borða. Já. Það var mjög gaman. Mér finnst líka svo gaman að falla út um það að smakka svona öðruvísi ávexti. Já. Það er svo gaman. Það er alltaf öðruvísi ávextir úti. Eins og bananir á Bali voru tiny. Já, það er ekki gaman. Já, og það bröðust alltaf eru miklu sætari. Ok, hérna. Buy a ridiculously expensive item of clothing. Ok, þú fannst þig. Ridiculously, hvað er ridiculously? Bara eitthvað svona, ég hefði ekki átt að gera það en gera það. Ég er enda að fæ aldrei samvinsku með því, ég er alltaf búin að safna mig fyrir eitthvað sem ég kaupi mér. Já. En þetta er satt svona... En þú hefur gert það, skilur. Ef þú ert með svona impuls svona að þú ert að reward yourself, eitthvað, you deserve it. Ég veit ekki hvað svo oft ég hef gert það. Alltaf bara með Sabrina og hlýðalínni með mér í London, bara heyrðu því, gerðu þetta maður, gerðu þetta. Áttu skili. Já, áttu skili. Allan daginn. Það er mjög gaman. Það er alveg smá adrenalín. Já, það er þess vegna fólk með, þú veist, fík. Já, svona shopaholics. Já, það er alveg til. Það er alveg mjög algengt, sko. Við erum örugglega með svona vægt, sko. Já. Það er flust. Læra að segja nei. Þetta er eitthvað sem ég vildi að ég hef lært fyrr. Ég er sammálaður. Mér finnst ég nýlega búin að læra þetta. Já, og stundum á ég erfitt með það. Ég líka. Fyrir eftir hverju að tala um mig. Já, og sölufólk. Hjálp. Þú getur selt mér basically hvað sem er ef þú ert góð sölukona og ég er bara komið með kortið mitt og ég er bara svona ég er að seinta baka út. Rosalega með með sölufólki. Já. Það er ógeðslega fyndið. Ég þarf að standa mér uppi fyrir sjálfur mér, sko. Já. En líka bara svona neyvarandi vini og greiða og þannig. Já. Ég er alveg góð þar, sko. Ég er alveg búin að líka brenna mig svo mikið á því gegnum tíðina. Ég er bara svona, En það kemur að sölufólki, ég þarf alveg að læra það, sko. Þannig ég held ég fá ekki stig þarna, sko. Ekki? Okay. Nei, ég er hrikaleg stundum, sko. Ég færa stig. Ég er alveg, nei, takk, bæ. Vel hérna. Já. Við sölufólk, skilur. Já, ekki. En það er líka... Ef það er skilur gott sölufólki, ef það er stundum eða eitthvað svona, eitthvað. En ef ég kem inn og er bara svona pæli ykkur virkilega. Já. Fattar mig? Þá er það bara svona, þá kemur ykkur sölumannskap bara, hún bara svona ítir over the edge. Bara, þú veist, þetta er bara geggja og þú verður bara að taka þetta, þú veist bara hugsa þetta, skilur, ég er svona, rétt hjá þér, ég bara,
ok. Já. Eða bara segir bara, it's new season, það er bara ok. I need it. Nei, þú veist, ég stundum forðast sölufólk, sko, að því ég er bara svona, já. Þau alveg manipulata mig stundum, sko. Það er auðvelt hjá þeim. Gott fyrir fólk að vita líka núna. Já, hjálp. Nei, ég er að fara að bæta mig, sko. Ég er að segja nei við ykkur öll. En já, hérna, senast það er að læra það að vera einn. Já, við báðar kunnum það. Já, við báðar kunnum það. Mér stundum bara best að vera einn, sko. Ég elska að vera einn, inn á milli. Þó ég er svona stundum verið svona geð mikið félagsverða, en svona inn á milli. Inn á milli, 100%. Ég get ekki verið of lengi einn. Nei. Kannski. Ég er bara mjög að vera, að veist, því ég bjó ein já, og... en þú varst alltaf meira roomies. Já, en þú veist, fór ein út og var ein kannski smá tíma fyrst og og svona, það, mér fannst það mjög fint. Já. Ég var með ein í mörg ár, sko. Já. Yes. Er listin búin? Listin búin. Þetta fór 19-19. Nei, hættu. Jú, við erum alveg jafnar. Ég held að það segjumast 18-19. Já. Þú er svona bætað velgerð, skemm það. Takk. Geðveikt. Herru, hver á ammali á sama dagi að þú? Famouspeople.com Famousbirthdays.com Sko, ég held ég alveg að sé engin. Við verðum að segja bara, engin svona... Það getur ekki verið fleiri merkilegir manneskja. Nei, Charlize Theron leikonan. Ok, hún er hot. Er þetta ekki röglega... Er þetta 7. ágúst, eða? Já. Og bara kemur svona ástönd. Ég hef aldrei tjekkað á því. Já, Charlize Theron, það er leikona, hún ámli. Svo eru fullt af YouTube-fólki og... Svo mikið YouTube-fólki inn á þessu síðu. Já, mjög mikið. Já, ég sé engan hérna. Nei, það er basically engin. Nei. Það er svakalegt. Já, ekki mikið afmælisfólki. Samt 7. ágúst mér finnst það svo flottu dagur. Já. Þannig er fleiri eignar spanna á þessum degi. Og flottur, sko. Hvernig þurfa fólk að gera það til eignar spanna á þessum degi? Jólin. Jólin? Já. Herru, þið veitir hvað að gera jólin, krakka mínir? Eða svona byrjun DS. Já. Já, byrjun DS. Já, kannski enda... Þetta er 8 mánuðir. Já. Já, byrjun DS, já. Já. Svona jólaundirbúning, svona jólastressið. Það snýr enginn að, I see. En það er bara eiginlega engin merkilegur. Þetta er samt... Engin merkilegur. Þú veist... Klar út. Nei, fullt af fólki en engin sér það ekki. Já, sorry. Engin merkilegur en ég, nei, tjók. Meina þetta þannig. En hérna, er það alveg margir í Leo-merkinu með þér? Já, það er mjög nokkur, algengt. sko. Uppáhaldið mitt náttúrulega Kylie. Kylie okkar, okkar, sko. 10. ágúst, næsti. Mér finnst margir afmæli 10. Ég er bara svona, rude. En ég væri sem ekki til í það að eiga afmæli saman tíma margir. Það var allt, þá ætti þú afmæli og 500 aðrir. Já, það er næs að vera bara eins, sko. Já. Það er einhverjum nokkur með mér í mann, ég voru töluð einhvern tímann að enginn ætti afmæli að kommenta eitthvað á YouTube-ið okkar. Ég afmæli líka. Ég var bara, besti, til hamingjum daginn þú. Til hamingjum daginn, laugardaginn þú. En já, þetta er svona, þú verður á þessum listabráðum. Já, það er eitthvað gæðin sem heitir Instagram Star. Já, Jade Pierce, Instagram Star. Það er líka eitthvað Andrew Savitsky. Nei. Ég efast að sé eitthvað íslendingur, kannski er eitthvað íslendingur á þessum lista. Á þessum lista? Já. Crossfit fólk, skilur við. Já. Það er svona derilega... Nei, ég held ekki. Nei. Anda Brím, hún er hérna. Í alvörunni? Já. Kannstu bara að searcha það? Ég searchaði bara nafnið hennars. Það var svona fyrsta sem ég datt í hug sem var svona Hollywood, sko. Já. Hún ámæli 7. ágúst? Nei. Nei, ok. Hún er inn á síðunni, það er sem spá. Já, ég held bara að það er datt í hug hún og bara searchaði, já. Nei. Nei, ok. En þetta er flottu dagur. Þetta er bara dagurinn þinn. Já. Er það ekki? Jú. Vilt þú að pakka þinn? Ertu að pakka þinn? Já, þú ert afmæli. Þú var alltaf að fá pakka afmælinn sínu. Ok, það er enda rétt. Jú. Oh my god. Þetta er sko... Oh my god. Það er gult þema. Nei. Oh my god. Are you crazy? Elskar gula. Já. Hvað kom til með gula? Ég veit ekki, mér varstu bara cute og þess vegna tók ég gula blöðru líka. Já, I love it. Það er sérst blöðrur inn í stúdíu verið þá sem eru að hlusta. Já, fara á YouTube og kíkja á blöðruna. En já, Sunnu verið að opna 25 ára afmælispakka sinn. Af því að fyrir þá sem að hlusta afmælisþáttum minn og sjáðu að núna er bara hefðin að gefa afmælisgjöfuna í þættinum. Já, við elskum að opna pakka í þætti. Já. Þannig að það er smá gult þema, en fyrsta sem þú fékkst er bara karfan sem er undir þetta. Já, hún er æði. Sem er bara svona, er þetta karfa? Já, þetta er svona bara karfubox. Karfubox? Þetta er úr plasti, en þetta er ekki, en samt svona
mjög nótæft. Já, þú getur geimt alls konar í þessu. Já, allt með skincare. Já, nákvæmlega. Svo þetta make-up mitt allt orðinda á skincare mitt, það getur farið með það mitt stað. Já, það er geðvikt. Gullt og flott. Og fyrst sem ég sé eru geggjar slippers. Herru, þetta er svona, þú kannski með cozy sokka. Já. Þannig að þú þurftir að fá eitthvað cozy tilbaka. Já. Þetta er svona cozy gullir slippers. Þetta er waffle slippers, það eru eitthvað annað gyrnilegir. Ég veit það, þeir eru ókslega cute og líka flottar litir. Já. Þetta er bara svona til þess að hangi heima. Já, elska slippers. Ég elska að velja gulana því ég elska alla liti. Og mér skulur vera ekki að mikið ljón einhvern veginn. Já. Mér skulur vera ekki að mikið ágúst. Mér skulur bara gulur vera eitthvað neginn gett mikið þú. Já, ég elska gulan. Og gulur er alltaf flottur. Já. Og svo er kerti. Þetta er gul kerti. Já. Gerðu þú þau? Nei. Stúningskerti. Þau eru mjög, heita það. Já, krullukerti. Já, það. Þau eru ógeðslega falleg. En það er svona gul líka. Það er cute. Svo eru 2 pakkar og ég reyna 3 að giska. Já. Þetta er verst innpakkaði pakki sem ég hef gert. Oh my god, what is this? Ég ætla ekki bara að segja, þú gafst mér í afmælisgjöf make-up og sokka. Og ég ætla bara að segja, þú sagðir einmitt í þeim þættir ekkert betur en að fá make-up í afmælisgjöf. Það er ekki hægt að gefa þér make-up. Nei, true. Þú átti allt, þannig ég var bara, hvað get ég gefið henni make-up tengt sem hún á ekki, það var ekkert. Þannig ég hugsaði, ég tek bara annað take á þetta. Þetta er bolli, þetta hlýtur að vera bolli. Heldur það? En þú ert erfiðasta manneskja til þess að gefa gjafir. Veistu það? Já, ekki því hún er eitthvað það leikur að sett. Ekki því hún er ekki ánægð. Er þetta svona tiny svona? Já. Oh my god. Hann er svartur en boxið er bara reytt. I love it. Oh my god. Mér segir fólki, what did you get? Ég fekk hérna lítið svona tiny leikur sett. En Sunna var að fá sér svartan að stóran daginn. Já, og þetta er alveg eins. Þetta er alveg eins. The matte black. I love it. Þannig ég hugsa að hún þyrfti eitthvað svona matching fyrir sósuna eða fyrir... Eða svona ost. Já, camembert. Já. Svona söltu hunangi og... Þannig að það er eins gott bjóða mann í mat, maður. Já, always. Þetta er geðveikt. Geggjað. En já, eins og segið, þú ert erfiðasta manneskjan til þess að gefa gjafir. Og það er ekki að þú ert ekki ánægð með þær. Þú ert alltaf mjög ánægð með allt sem að gefa þér. Það er bara því þú átt allt. Ég á ekkert allt. Þú átt allt. Hvað áttu ekki? Þú átt allt. Nei, sko, Jóa spurði mig í gær hvað vilt ég afmælisgjöf. Ég hef aldrei skrifað mikið af hlutum. Og í alvörunni, ég var sko í gær bara á ég að senda Jóu og spyrja hvort hann hefði eitthvað. Hvað sagður við hana til dæmis? Ég sagði bara fullt, sko. Ok. Ég man það ekki eins og niður. Hvað eitthvað dæmi? Manstu það ekki? Mér vantar björglös, vasklös, smegristavél, mér stýn svo sætt. Og hvað sagði ég meir? Ég sagði fullt um. Það er fullt eitthvað svona sem við langar í, sko. Svona eitthvað fyrir búið? Já, fyrir búið. Já, einmitt, ok. En þetta, hvað er þetta? Diskur. Sorry, ég get ekki opna pakkan ef maður reyna að giska hvað er. Þetta er my weird thing. Þú giskaðir á leikursett sem bolla, það var vitlaust. Já, vitlaust hjá mér. Hann reyndi að giska hvað þetta er. Vá, hvað heyrist mikið í þessu, svona með við. I am so confused. Já. Þetta er ekki þungt, en þetta er eins og einhver diskur. Já. Ok, ég veit það ekki. Nei, kemur í ljós. Svo er þetta ekki læt í kaffinu. Ég er að fara að komast það þessu. Ég er að þreifa aðeins býði. Svo fokkin byrjandi að geta giska neitt. Hvað er þetta? Ok, ég ætla bara að opna þetta. Myndaalbúm. Þetta er sem sagt myndaalbúm, en þú ert búin svo duglega að nota filmur. Já. Og þið vantar eitthvað status að setja það á. Oh my god. Og þetta er ekki sætt að þetta er bara eins og þetta sé bók. Setjum við þetta inn í bókina? Já, og þú opnar þetta bara, svo þú getur skoða myndinar aftur á. Það er svona bara síður sem þú límir í. Oh my god, bara sem þessi gamla daga. Já, og þetta er bara, þú veist, en þetta er svo fallegt á hilluna, en þetta er bara eins og þetta sé bók. Já, ég á fullt. Allir að bróta þetta? Má ég opna þetta? Já, ef þú vilt ekki skipta þessu. Ég ætla ekki að skipta þessu. Óttu ekki. Ég á svo mikið af filmumyndum sem ég bara er eitthvað ennþá bara í pakningu. Já, bara hvað þú gerir við þetta? Ég er ekki með neglur með þér. Og mér finnst líka, má ég opna þetta? Já. Og mér finnst líka svo oft sem að, þú veist, myndalbúm, svona eins og foreldrar okkar voru með og þannig, er svo ljót. Já. Nei, veist ekki hvað ég meina, svona þessi gamaldags með plastvösunum eitthvað. Já. Það er hægt að finna sætanig, en ekki á Íslandi, ég sver það. True.
Þetta líka svona alltaf svona dökk græn með einhver svona skrýtnu munstri og eitthvað svona giltum Þetta línum. geða cute, þetta mjög svona aesthetic. Svona Þetta er nefnilega Pinterest vibes. Sætt að hafa þetta, þú veist, inn í stofu, Já. skilur. Þú veist, getur haft þetta á okkur cute hillu. Einmitt. Æði. Rífið af. Good times, a coffee table photo album. Því að ég hugsa að maður muni, já, finnast mér skemmtilega svona, Þetta ógeðslega sniðug gjöf, Birta. eða það ekki? Jú. Þú ert svo sniðug. Má rífa þetta? Já. Ok. Ég vissi ekkert hvað þetta gefur. Þetta var þú bara, ert svo sniðug. Ok. Cute. ekki. Svo er Svo þetta límum maður bara á. Já, og svo getur þú keypt auka blaðsjör, ef þú vantar meira. Nice. Og svo getur þú skrifað eitthvað, gera caption. Það er svona, já, svona gullpenna. Já. Þetta er geggjað, ég veist ekki að svona verið til. Takk fyrir. Vá. Þetta er geðveikt. I'm so happy. Hvað er flott gjöf. Ég ánáður sérst happy. Já, það grínast. Ég elska svona föndur líka. Já. Ég er aldrei búin að leita að svona. Er það? Já. Ok, geggja. Ég var bara eitthvað með eitthvað svona venjulega bók sem bara gef mikið vesen. Já. Færa það yfir. Já, eða það ekki. Já, ég nefnilega einmitt byrjaði að gera svona eitthvað fyrir Emblu í svona venjulega bók. Ég held ég færa allt yfir. Já. Því ég keypti svona, nema á henni stendur Oh baby, it's a wild world. Já. Svona barna, þú veist, Já, barna. fyrir hana. Já. Þannig að ég hugsi að gera það sama, sko. Já, það er geðveikt. Skemmtilegt. Þú elskar líka litin. Já, en heyrðu, ok, þú ert ámælu laugardaginn, hvað ætlar að gera? Ég veit ekki. Nei? Það er alltaf erfið staða hérna í samfélaginu. Já, Ég var alltaf búin að segja því að ég ætla að halda þemapartí. já, ég var ógeðslega spennt. Já, þannig að það verður bara að bíða til betri tíma. Já, Eins og á seinast ári. En þú veist, kannski, maður veit ekki, kannski get ég haldið það bara setna í ágúst Já. eða eitthvað, skilur einmitt. Þannig að það er bara eitthvað svona cozy vibes held ég helgina. Ok, en Bara eitthvað þú færði allan eitthvað gott að borða og þú færði Já. pakka og vín, vín, já, með góðum hóp. af spila vinum. kannski. Já. Finnst það skemmtilegt? Þú veist, hvað getur maður gerst? Mm, Þú veist, einu sem þetta er í hug bara að fara í bústað eitthvað, skilur Já, Eða það er út þetta að verið mjög borða gaman. eða eitthvað, Já. en þú veist, ég veit það ekki. en Finn út í. getur Gerðu það að halda partí eða bara má gera með 200 manns. Ég veit það alveg, Já, já. en þú veist, það er bara svona smá steikt að vera að halda eitthvað risapartí, Já, skilur það er alveg kannski ekki, svona, ekki mann er smart. ekki alveg, já. Að því að hvað ef einni með og Já, alveg enda allir í ykkur vissinni og eitthvað, Það er ekki alveg hægt. Nei, það er ekki alveg hægt. bara sniðut að halda litlum hópum eins og er, sko. Já, klálega, bara safe than sorry. Ekki? Allan daginn. Ok, þannig að þú ert ekki með neitt plan eins og Nei. er. En hérna, ég spurði tebósgestina Já. hvort þau væri með eitthvað spurningar fyrir þig og ég bannaði þér að kíkja inn á Já. Instagram. Einhverjar 25 spurningar Já, hjálpi mér. þannig að þetta er að lóta sinna. Má ég nú sjá. Það er alveg komið alveg helling. Það? Já. Fyrsta spurningin er sérstök en skemmtileg. Hvort myndið þú þurfa alltaf að baða þig í lemongrasolju eða kasmír ylvatni? Örgulega lemongrasolju, af því að þá myndi ég fá, skilur, Get me næringu both. í leiðinni, Já, já. annars myndi ég bara lykta eins og engin næring, ég skilur bara Já. lykta kasmir. Það er mjög skemmtileg spurning. Svo segir ein hérna, first of all, til hamingju með ammálið. Æ, takk. Ein spurning, ertu með eitthvað birthday tradition? No joke, nei. Ekkert eitthvað sem gerir alltaf ammálinu? Nei. Ég held að ekkert ammæli mitt hefur eins, sko. Nei. Ég bara gera eitthvað. Já. Af því það er alltaf eins og við höfum talað þá á ég ammæli bara nálega þjóðatíð. Já. Þannig að það er alltaf vesen að finna eitthvað til að gera eitthvað ammæli mín, þegar allir þunnir eða Já. einhver staðar út í útlöndum eða út á landi eða Spyrjandi. þannig að nei, það er engin hefð. Engin hefð. Nema bara vera með góðu fólki og njóta. Já, hafa gaman bara. Mhm. Besta ammæliskjöf sem þú hefur fengið? Sko, ég held bara svona sem off the top of my mind sér bara babybláu Jordan sem bensingamur í fyrra Fyrra, já. og náttúrulega þessi Já, sem þú varst að auðvitað, gefa fyrir mér. utan Já, það, bara, fyrir þú veist, utan bara, ég er að tala um svona gamlar gjafir. Já. Nei, ég held það, því Já. að þú veist ég sko nefnilega, Kom það þér á óvart? já, Já. að því ég langaði ekki Jordans Nei. og núna er ég bara eitthvað með æði fyrir Jordans Já. því að þú veist, ég var vön að vera í svona þykkum Balenciaga sneakers, skilur þeir eru ekki svona chunky en Jordans er ekki slim Já. og ég var bara svona, ég meika ekki svona slim skó Nei. og ég ætti gett erfið með þá svo bara, Gott að fækst á gefins að því að Já, skilur í gjöf, já, að því að þá kunnur að kannski, þú hefði kannski heldur þóra að kaupa þér þetta sjálf eða ég held ég hefði aldrei gert það ef Nei. Benji ekki gefið það, sko. Held ég. Allavega ekki eins fljótt Nei, en svo eftir það er ég bara búin að vera með æði fyrir Jordans. það er mjög flott gjöf. Já, skemmtilegt, sko, komur inn á nýtt hobby. Já. Nýtt hobby. Ég myndi alveg segja þetta voru hobby, sko. Já. Hvað ráð myndir þú gefa litlu Sunny?
tiny me, ekki vera shy, verður bara þú og já, bara ángríns, bara hætti að vera shy, ég var svo shy þessi krakki, tiny me, ég þorði aldrei að vera ég einhvern veginn. Nei, það glata. Já. Hvernig heldur þú byrja að rátta þig á bara? Þú veist, ég man bara tók ákvörðun þegar ég fór í, þú veist, ég var alveg góð, skilu, í grunnskóla, bara því ég var í litlum hóp og ég bara svona, ég þurfti alltaf að líða vel, skilu, svo bara tók ég ákvörðun bara, ok, ég er að fara úr comfort zone mínu, í svona tiny skóla sem ég er í, þannig ég ætla bara að fara og ég ætla bara að vera opin að því að hvað er verst sem getur gerst. Einmitt. Ég tók bara ákvörðun. Vel gert. Já. Þannig að þú myndir bara vilja gefa þér þetta ráð aðeins fyrr. Já. Já. Þó að, þú veist, það var hlægur að sæ, sko. Ég er alveg ennþá smá sæ, en það er ekkert að því. En þú veist, bara svona, að ég hefði þórað meira einhvern veginn. Ég, þú veist, þú veist það sett. Þú veist, ég var alltaf að æfa íþróttur og ég hætti alltaf þegar það voru keppnir. Að ég var svo feimin, ég þorði ekki að fara að keppa. Ég var svo mikið kvíða, ég var bara svona, hvað við tapa, hvað við klúður einhverju, allt liðið hata mig. Já, svona overthinking allt. Ég er bara hrikaleg, sko. Hvað vilt í afmælisgjöf? Þú varst nú aðeins að fara í það? Já, mér langar hluti í búið, mér langar ristavél. Mér skrítið hluti. Þetta er mjög svona fullorðins að langa í ristavél. Ég held að ég hef sagt hraðsögketti til Já, okkar þætti. ég ætlaði að spyrja, ertu búin að fá það hraðsögketti? Nei, Já, ok. Gott að vita að það er komið jól og svona. En þú fékkst að mjólkflóran. Ég fekk hann. Já, þú talar um mjólkflóra sem ég fór beint að geta mér hann, sko. Já. Elskan. En já, mér langar í bara mér langar í svona Royal Copenhagen hérna bollana. Já, langar í þannig? Mér langar þannig með svörtu blómunum. Ég labba fram með hann í gær, ég var svona, ég veit ekki. Nei, sko, þeir eru expensive, sko. Já. Er það grínast? Ég get ekki þér einn. Já, nei, alla, sko, þetta er bara eitthvað, ég var eitthvað að skoða þetta síðan dag, ég var eitthvað, mér langar í eitthvað svona jamalski kannski, svo er bara nei, wow, ok, þetta er eitthvað sem ég þarf að safna mér í gegnum bara tíðina, sko. Já, þetta er svolítið svona þannig hlutir, þú safnaði bara hægt rólega, sko. Ég vil fá mér einn og bara að drekka bara einu kaffibóllanum mínu, sko. Svo bara svona. Það fær enginn nótan. Nei. Skemmtileg spurningina. How did she meet her man? Ok, það er svona ekki tengt mér. Jú, þú veist, þau vil vita hvernig þú. Já, ok, við höfum ekki sagt þessu sögu aðeins. Jú, ég held það. Við höfum kynst í gegnum allavega sameiginlega vini. Við vorum bara í partí heima á Jóu og vinir okkar og vinahópnum okkar komu með hann og beðin. Já. Og ég var bara what the fuck is this guy, skilur, imposter. Já. Og svo, já, svo bara... Svo var ekki eftir snúið. Já, svo var hann bara ekki cute og ekki skemmtilegur. Ég var bara what the fuck, who are you? Akkur ég aldrei séð áður og akkur ég aldrei bara heyrt um þið, skilur. Þannig vinur vina minna, hann bara meika enga sens fyrir mér. Svo bara byrjaði að spjalla á eitthvað. Og svo bara... Svo var ekki eftir snúið? Já, bara ekki eftir snúið. Besti ammælisdagur sem þú mannst eftir? Það var fyrra. Are you kidding? Já. Besti ammælisdagur lífsmíns, sko. Er það ekki? Jú. Hvað gaman? Það grínast, ég hef aldrei átt svona góðan ammælisdag. Við byrjuðum daginn að bara við allir vinahópurinn fórum í brönns bara heima. Geðveikt næs. Og já, vorum bara að njóta og svo einhvern veginn vissi við ekkert hvað ætlum að gera, ætlum að fara að tapas og fá koktela og eitthvað. Þú ætlar að fara í mat með mömmu og pappa? Nei, til pappa eins. Ég ætla að stoppa hjá pappa og fara í mat? Já, hann langaði að gefa mig pakka og fá mér sem mat, svo ætla að fara að hittast í koktela. Já. Og ég var okkur fæn, það var enginn einhvern veginn bara að pæla í mér. Ég var bara svona, ok, vá, það er enginn gera þetta ámælinu mínu, ok, fæn, eitthvað, ég fyrir bara á... Já, þú veist ekki að koma í drikki og varum alltaf svona, já, eitthvað. Nefnir, já, ég var bara, ok, bitches. Því að ámæli, sko, ég líó, það er alveg erfitt. Það er enginn sem sýnir mér aðtekli, sko, ég var bara svona, þú veist, eftir brönnsni, ég bara að fara, eða, halló, erum við ekki í Mósas allan daginn? En það var svona, já, það var föstudagur, þannig að fólk var alveg í vinnu og eitthvað. Já, þú veist, ég fekk bara skreppa frá vinnunni, kom eitthvað hátinu og eitthvað. Sem ég þakklátt fyrir það. Já. Það var mjög gaman í brönns. Og svo bara mæti ég hana fyrir utan pappa og Bensi er búin að vera ekki að skrítin alltaf daginn. Ég var svona, ok. Þið samt grunaði ekki neitt, sko. Nei, en samt, ég dætti ekki í huga að það væri að fara að gera, skilur. En ég var samt bara svona, það er eitthvað smá skrítið. Og svo komum við út af pappa allt dreifð niður, ég eitthvað, ok, þú veist, það gæti ekki verið. Svona eina sem þetta í huga, svona mögulega því stelpuna væri kannski eitthvað, eitthvað. Nei, við erum með mat hér. Já, eitthvað, bara svona smá mat að búa heim pappa, ég væri svona, en svo labbaði inn og það voru gjörsamlega allir vinir mínir þannig inni. Og það var bara, þú veist, ég var bara í svo miklu sjokki, bara, þú veist, ég vissi ekki að maður geti fengið svo præs fyrir maður með barn í maganum, skilur. Ég var bara eitthvað vöðu, ég átti enga í vona þessu. Þú veist, mest sem ég var búin að hugsa var svona búið að elda eitthvað svona næs og eitthvað því ég væri hana með pappa Sólu, skilur. Já. En samt ekki, ég var svona, nei, þetta er bara eitthvað Sóla. Já, nei, bara getur ekki verið eitthvað.
svo mæti hérna bara allir vinir mínir, ég var bara svona, what the fuck, þið bara fundu bara alla, bara, þú veist, bara og allir komust og allir voru að hugsa þig nema bara sagði þetta var enginn og fullt af pökkum ég bara fullt af pökkum og bara mataborðið, þú veist, það var bara kaka með, þú veist, ógeðslegum jammyndum að mér og tequila og á hérna kökunni og ok, svo ekki svo kökunni bara eitthvað ljóta myndir af mér já, og svo bara aspasréttir, bara svona allt uppáhaldið mitt var bara á borðinu og ég var bara svona, ég er svo miklu sjokkið að einhver myndi gera þetta fyrir mig, ég var bara you deserved it, honey boo boo fullt af Don Julio tequila já, guð minn alvótt, það var svo mikið af því nei, aldrei mikið af Don Julio, sko þannig að það er svona uppáhalds afmælisdagurinn það grínast, já, þetta var bara besti afmælisdagur lífsmins, sko það er ekki hægt að toppa en afmælisdag nei, ég held sér ekki hægt það er bara mjög gott ekki nema einhver myndi svona binda fyrir augun á mér og keyra mig upp á Keflavíkurflugvöll og surpræsa mig og allir vinir mínir í útlöndum já, okay, já, það er enda væri það er eina skipti það myndi toppa hver eru þínu helstu kostir? Vá, deep já do you wanna go there? já, bara, ég veit það ekki kannski bara svona þú sérst í atvinnuviðtali já, ég er mjög dugleg og vinnuhestur nei, mér finnst ég svona að gera allt sem ég segist alltaf að gera já, mér finnst það vera svona mikil kostur bara dúer já, bara vera dúer og já, er alltaf bara svona samkvæm sjálfur mér einhvern veginn, læt ekki neitt segja mér hvernig eitthvað á að vera og þó að fólk sem eitthvað er að skoða á mér þá læt ég ekki hafa áhrif á mig, það sé svona ég er bara svona, ok, ég, þú, skilur mér það svona, ég er svo miklu svona peace við sjálf á mig já, ég held að það sé bara svona mjög góð kostur það er það innra með mér, já, ég held að klárlega spurning hérna hvað er að gera afmælisdaginn, þú náttúrulega veist það ekki nei, hvar heldur að þú verðir eftir 10 ár? þá var ég 35 ára, hjálp og ég veit það ekki vonandi bara í einhverju dream job og byggja mér hús eða eitthvað frækst það er bara eitthvað innbýlshús bara a billionaire ándjóks ég ætla bara að vera Kylie já, Kylie, 35 self-made billionaire hún bara eitthvað 20 já þú veist, hvað var hún eins eða eitthvað tvekja eða eitthvað Marvel vs. Star Wars ég held sem Marvel, sko elskar Star Wars, en Marvel allan daginn já svo er einn sem spyr hver staðan á listanum sem voru með það byrst á dammali þetta er basically sama, Sunna var ekki búin að gera neitt af þessum boring lista já, var eitthvað boring annað sem ég var ekki búin að gera sem ég kannski þurfti að gera með þessa sjálfsvinnu já, sjálfsjálpa bóku já, það er svona eina sem að ég hefði kannski þurfti að gera já. En þú veist, ég meina svo mikið bara spurt, þú veist, hver er afmælishefðin eða eftirminnilegast afmælisdagurinn sem við erum búin að fara yfir hérna er einn góð spurning hvenær frumflytur hún lagið einhver fartaði í rúmið mitt í tilbúin er það Rebecca? ok, það var svo plata sem ég og Rebecca sem ég byggum til sem hétt Afmælisfred ok við vorum kannski, hún var röglega 10 ára ég var röglega 6 ára nei, ég var röglega aðeins eldri hún var röglega 12 ára og ég 8 ára eða eitthvað og ég ætla aldrei að taka þetta lag þó ég kunni að ég heit hana já kannski ef við búum eitthvað til svona áskriftarleið þá kannski já, hann kannski fáið en kannski bara getum, þú veist sett original útgáfuna bara með barnaröddunum okkar það er til, sko ok, já, klálega ok það var með mjög góðan húmor í ársýstu mín já, ég heyri það allt sem var prump, það er bara að fyndnast það sem við vitum hvenær vill hún eignast barn? það veit ég ekki það er ekki planað, sko ég er ekki búin að plana afmælistæðin, hvað er þetta? Nei, einmitt, uppból svona afmælis trít, svona matur alltaf mikið er svona hefð reyndar að fara að tapas og hvað öðrulega sangria ekki, oh my god mimosa sangria já, svo margir sem segja bara engin spurning en bara til hamingju takk, love you guys eitthvað sem segir hérna, hvað vinnur við? ég er bara singer, songwriter, actor, actress, athlete nei, jokes þetta var Bretman Rock ég veit það en nei, ég vinn bara við ég bara það sem þú ert að gera já, bara basically reyka með degi fyrirtæki já og með podcast og með sjónvarpsþætti bráðum og við þurfum sko, ég var upp með hugsa hvort við ættum að tala um það í þessum þættin ef við ekki að taka sér þátt, fá Jói jú, og hann taka heitir bara hashtag samstarf, já, alltaf daginn jú
Við gera áður þættinni kom út. Koma 27. ágúst Já. á Stöð 2 Plus. Þannig að við þurfum að, ég þarf að fá ykkur og spyrja ykkur Já. spjörunum úr. Og getur spurt tebúskessin líka. Já, hvað ég segi þú það. við Því það er bara endurlega spurningu núna eftir að setja trailerin í story. Já, Ég bara, ég og tebúskestinir geta spurt ykkur Já. spurningar. Exclusive. Já, ángríns. Ekki For var you neitt guys. annað viðtal. Það var brjálað. Ekki svona exclusive viðtal. Nei, ok, takk. Lóa. Takk fyrir. Og Írse, takk fyrir hönd tebúskestin. Já. Hérna, hvað er það vandralegsta sem þú hefur gert á deiti? Hafði ég ekki. Nei. Hvað er mörg date gegnum Nei, tíðina? það er ekki svo mikið deitmenning hérna á Nei. Íslandi. Hver er uppáhalds tebús þátturðin? Hætti. Þetta er svo erfitt. Ok, en ég var svona að hlusta ammælstátt þinn Já. á það og ég var sko í kasti, ég var bara ekki að ræktinni Já. og ég var bara í kasti, ég var svona, og svo var ég svona, guð, fólk er að horfa á mig, ég var bara ekki að hlæjandi, bara búið þurr. Og ef það myndi vita að vera að hlusta sjálfa. Slá sjálf hverf. Nei, ég var að hlusta alltaf að minnast á, eða svona, rifja upp hvað við vorum að tala um með listan og það. En já, mér finnst það mjög skemmtilegir, mér finnst ógeðslega margir skemmtilegir. Mjög margir. Bara svona allir þættirnir sem við fórum í hlátuskast. Já, svo þykir mér bara sjúklega vænt fyrsta þáttin líka. Já. Menn það er bara En alltaf pældi ég samt hvað við vorum þar, sko, ég man hvað ég var stressið Já, fyrsta þættir. já. Ég var bara fyrst það má ekki vera neinn þögn Já, eitthvað svona. já. Nú erum við bara alltaf chillar. Já, við erum óchillar stundum, sko. Hvað mynd gætur að horta á aftur? Thor Ragnarök, my favorite movie. Hvað varstu gömur þegar þú kynntist Bensa? Ég var 22. Hvað er þið búin að vera lengi saman? Mikið af spurningum. Já, og við fórættum mjög bensa. Já, En 2 ár, 2 ár. já. Besta minningin frá menntaskóla? Þetta er erfitt. Fyrst sem þetta ég veist að það var landbúna að bara lemmas. Já, það? Já, ég veit ekki Ok. ekki. Man það var eitthvað annað gaman. Að því maður bjóst við að þetta var ekki alltaf leiðilegt þegar við erum ekki svona sveitaskvísur. Varst þú? Ég fór ekki. Motherfucker, það verður að fara. Ég veit það. Það var svo gaman, sko. Motherfucker. Já, ég maður smiklið Sörur og svo var í Öslu. Ok, elska. Þú kannski, hún fekk kannski miða þinn. Örugglega? Pottið. Elska það. Já, það er svo mikið af minningum maður. Það verður riðnend og líka guslega gaman og guð minn góður bara, besta minning bara að kynnast þér fyrir það. Og öllum Æ, vinkonum. sæta mín. Í hverju ætlaru að vera? Ámælinu. Já, bara, hvenær? Oh my god, ég veit það ekki. Ég líka Nei. var að skoða eitthvað á netinu, það var bara ekki, ég var alltaf sein. Já, oh my god, auðvitað. Já. Ég þarf bara að, þú veist, fara Það í fyrir ekki Iceland eftir hvað þú shopping. gerðir. Bara hvað En það gerir. gerir? Já, en samt, ég vil alltaf vera fín. Ég veit en ég segi, þú veist, ertu að fara að vera útilega fín að þú ert frá útilega, ertu að fara að vera í sumbústað Ég fín? get ekki, ég ætla ekki eða ammælinu minn tjaldi, sko. Nei, ég er endar saman Þó ég væri að fara í sumbústað, þá myndi ég vera í kjól, sko, eða Já, eitthvað. true. Það er að fara fancy þema í sumbústað ef ég fyrir sumbústað. Já. Ég læti ekki sjá mig í einhverju ullabeysu. Jú, kannski ef við myndum fara í drykkjukup. Já, Flonky. nákvæmlega. Þá skal ég fara í ullabeysu. Ertu með eitthvað markmið? Í bara lífinu. Já. Já. Bara fullt. Bara útskrifast og Já. Ég voru meist annað á mig og já, bara Nei, Nei. ég veit það ekki. Bara svona alls konar. Já, bara maxa allt sem ég get. Já. Hvað langar að gera í framtíðinni? Ég veit það ekki. Ég veit án þess ekki. Bara, Nei. mér langar bara að vera með mitt eigið fyrirtæki og hafa gaman, sko. Já. Bara basically eins og við erum að gera. Verðstu að gera? Já, Já. nákvæmlega. Er eitthvað sem þú gerðir sem barn sem þú gerir ennþá? Já, örugglega fullt. Ó, hvað þetta er skrítið spurning. Já, þetta er steiktar spurningar. Hvernig á maður að muna hvað maður gera sem badd sem maður gera ennþá? Ég veit það ekki. Skeinu með hægri? Já. Tjók, ég veit ekki hvað ég gera. Ég held að þetta er örugglega frá einhverjum sem er í MS eins og er. Og hún spyr hérna, hvernig hélstu upp á ammæli þegar þú varst í MS? Þannig hélt vantar ekki kannski upp á það. hugmyndir. Hvað meinar? Án ammæli styrir saman dag og ég eða? Ég veit ekki. Þú veist, hún kannski spyrja svona hvernig voru menntaskóla ammæli. Þá, ég held ég bara einu sinni upp á og það var eftir MS. Já. Annars fóru alltaf bara út að borða. Já. Hún rosa mikið bara í því, sko. Já. Rosa mikið í því. Eina ammæli sem ég held var 20 og það var eftir MS. Já. Og hún útskriðast. Þannig að I'm sorry, can't help you there. Nei. En það voru mjög margir sem að leiða alltaf bara eitthvað á sali og þú veist, með einhverjum sem átti ammæli Það er mjög nálægt sér. sniðugt. Já. En einhvern veginn, það var, eins og ég segi, ammæli þjóðatíð, þannig að Það það var alltaf vesen, sko. Fólk var alltaf bara náttúrulega í MS og eitthvað að fara þjóðatíð. Já. Ég var samt aldrei á þjóðatíð fyrir en eftir MS. Nei, pældi því. Já. Ég byrjaði bara að lifa lífinu þá, eftir MS. Svona
Svona almennilega? Já, almennilega. Nei, ég segi svo. Skrýtnasta afmælisgjöf sem þú hefur fengið? Þetta er loka spurningin. Guð, ég veit það ekki. Nei. Hvað, þú veist? Eins og segi, ég hef ekki oft haldið upp afmæli en ég hef ekki fengið eitthvað það mikið afmælisgjöf nema bara eitthvað eðlilega afmælisgjöf. Já, fær maður ekki alltaf eitthvað svona svipað? Já, þú veist, ég hef aldrei fengið eins og fólk gerur svona dildóa og eitthvað. Já, þú hefur aldrei fengið þessu leys, nei? Aldrei, sko. Hefur þú fengið dildó? Nei, ekki nema bara að það hefur verið ykkur svona Secret Santa-leik eitthvað. Nei, ég gaf dildó í Secret Santa-leik, já. En nei, ég hef aldrei fengið. Nei. Já, þú veist, náttúrulega ég fæ alltaf mjög skrýtna bolla. Já. En þið finnst það gaman? Já, mér stæði. Herðu, til hamingju með afmælisgjöfina mín. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hérna. Takk fyrir mig, þetta var geggjað. Já, bara verðið þér að því. Spennt að gera myndaalbúmið mitt og fara í My Cozy Slivers. Jú, og kveika kerti og hitaði camembert. Já. Bara allt sem ég ætla að gera á afmælinu mínu. Eða ekki? Þetta var cozy. Já, það var geggjað. Herðu, skál fyrir þér. Þetta var gler. Þetta er gler. Ok. Ég sver, þetta er gler. Og ég sver glasi breytti síðan á hann. Já, þetta er annað glas. Það var plast á hann, sko. Hvað er í gangi? Ég skil það ekki. Hæ? Þetta í alvörun var plast á hann, sko. Þú gerðin svona á hann, þá var bara... Ok, ég er svo þetta er fucking ghost glass. What the fuck? Til hamingju með afmælisgjöfina. Takk. Love you. Love you too.